Komið þið sæl. Í þessu myndskeiði ætla ég að sýna ykkur hvernig við getum búið til form út frá línum og í þessu tilfelli ætla ég að búa til bréfaklemmu. Við byrjum á því að fara hérna og velja top. Förum síðan í Create Sketch eins og venjulega og smellum á vinnusvæðið okkar. Síðan fer ég hérna og vel línu og ég smelli bara hérna á miðjuna og dreg línuna út og við ætlum að hafa þessa línu 40 mm. Síðan get ég ítt hérna bara á L og dregið út eins og áðan og við ætlum að hafa þessa línu 14 mm. Ég ítti aftur á L og við verðum að passa eins og þið sjá þarna hægra megin að þetta séu 90 gráður og við ætlum að hafa þessa 60 mm. Ég ítti á eina ferðina og núna höfum við 11 mm. Síðan förum við hérna upp 44. Næst er það 8 mm. Og við endum á að fara 24 hérna niður. Og nú get ég farið bara í Finish Sketch og skoðað formið. Og eins og þið sjáið þá er það frekar kassalaga en þá. Þannig að ég fer hérna og tvísmelli á Sketch og fer í Fillet tólið hérna. Síðan vel ég hérna uppi og við ætlum að hafa þetta 7 mm radius og þá get ég smelt hérna megin líka. Og forritið segir mér að ég hafi verið að taka eitthvað af teikningunum minni núna. En það er allt í lagi. Fer aftur hérna í Fillet og við höfum þetta 5,5 mm. Og ég smelli hérna líka og íti síðan á Enter. Þá bara eitt eftir, það er að fara hérna upp og þá höfum við það 4 mm. Og nú get ég farið aftur í Finish Sketch. Og þá erum við komið með form sem að líkist bréfaklemmu. Næst ætla ég að velja hérna framendan og ég ætla að búa til skets þvert á hina teikninguna mína. Og við förum hérna í endan á línunni eða upphafspunktin á línunni sem við gerðum fyrst áðan og gerum það hring sem er 2 mm í þvermál. Og við sjáum þetta nokkuð vel núna. Ég fer í Finish Sketch og núna ætla ég að fara í Sweep. Veljum hérna Sweep og við byrjum á því að velja hringin okkar sem við vorum að gera. Hann er upphafspunkturinn að þessu öllu og pössum okkur hafa ekki Change Selection hérna og því ég veit að það mun ekki virka fyrir okkur. Og ég byrja bara hérna að húða. Þetta er svona eins og pípulögn. Ég smelli bara á hvert svæði fyrir sig. Svona. Nú get ég ítt á, eða passum okkur á að það var New Body. Og ég smetla OK og þá er formið okkar nokkurn veginn komið. Og þá er bara eitt eftir að gera, það er að fara hérna í Bodies og hægri smetla Body 1 og vista þetta sem STL skrá.
Nú getur þið síðan breytt línunum í teikningunni og gert ykkar eigin hönnun að bréfaklemmu. Takk fyrir áheyrnina.